Komiði sæl á nýjan leik. Við erum hér í föstudagsþættinum sem helgar þáttur N4 og næstu mínúturnar ætlum við að tala símenntun og endurmenntun. Bryndís Kristín Þráinsdóttir framkvæmdastjóri Farskólans á Norðurlandi vestra. Bryndís, þetta ekki rétt hjá mér að símenntun og endurmenntun, þetta alltaf að verða svona þýðinga meiri atriði? Jú, það að vera það. Í þessu tæknisamfélagi sem við erum að sigla inn í, að þá það að verða, skipta meira máli. Þannig að símenntun vaxandi, myndi ég segja. Ef við tökum þá þína stofnun Farskólan, eða bara byrjum þá á námskeiðum sem að þið eruð að bjóða upp á núna í upphafi árs? Já, við erum að bjóða upp á, núna erum við til dæmis að vinna námsvísun okkar sem kemur út bara eftir svona 2 vikur og hann stútfullur af tómstundanámskeiðum, en það kannski svona aðalmáli í starfseminni okkur, heldur það námskeiðin sem tengjast framhaldsfræðslunni. Það að segja námskeiðin sem eru fyrir fullorðna sem hafa ekki lokið framhaldsskóla, fullorðið fólk á vinnumarkaði. Og það sem að byrja til dæmis hjá okkur núna strax eftir helgin til dæmis svæðisleiðsögn. Við erum að reyna að þjónusta ferðaþjónustuna vel á okkar svæði. Þannig að það fyrir að stað námskeiði nám í svæðisleiðsögn á mánudaginn. Það bara töluvert nám eða ekki? Það töluvert nám, það alveg heilar 2 rannir. Því mun ljúka þá í desember, í lok þessa árs. Þannig að við höfum verið mjög duglega að sinna ferðaþjónustunni í Farskólanum undanfarin ár. Það hefur verið mikil þörf að mennta fólk þar. Þá hægt að skipta svona námskeiðunum eða því námi sem að þið eru með upp í kannski 2 eða 3? Já, það að gera það. Það náttúrulega, þetta sem ég nefndi áðan, með framhaldsfræðsluna, þetta nám sem fyrir fólk sem að ná sér í einingar, eins og til dæmis þegar fyrir grunnmenntaskóla eða skrifstofuskóla til dæmis, þá það ná sér í einingar. Og svo erum við með þessi svokölluðu tómstundanámskeið sem þá bara skrautskrift og postulínsmálun og brjótaservjettur, alls konar og viskinámskeið og bara nefndu það. Og svo erum við líka bara með svona námskeið fyrir atvinnulífið og auðvitað ferðaþjónustun partur af því. Og til dæmis þessa dagana erum við með 24 á námskeið hjá okkur sem að starfa hjá Fisk Seafood og þeir eru þá að nýta verkfalli núna til þess að mennta sitt fólk. Þannig að það alls konar. Þannig að það alls konar fólk sem að hjá okkur í námi á öllum aldurstigum? Já, það alveg ótt að segja það. Og fólk með alls konar reynslu. Við erum að fá til okkar fólk sem að hefur ekki góða sögu að segja frá sinni gömlu skólagöngu og að byrja kannski aftur í nám og kemur inn til okkar og heldur jafnvel áfram og líkur sveinsprófi þá til dæmis, við nefnum dæmi upp í fjölbrautaskóla. Og svo erum við bara að fá svona venjulegt fólk sem hefur gaman að því að hitta aðra og koma á tómstundanámskeið. En hvað með þá námsráðgjöf? Við bjóðum líka upp á námsráðgjöf. Hún fólk þarf ekki að borga fyrir hana og við erum reyndar ekki búin að taka saman árið 2016 en það voru 300 manns sem komu til okkar í ráðgjöf árið 2015. En þið eru ekki bara á Sauðárkróki, ég hef komið inn í námsver eða inn í húsnæði hjá okkur á Hvammstanga og Blönduósi ef ég mann rétt, þeir eru kannski víðar? Já, það eru frá 2002 hafa verið námsver á öllum þéttbýlisstöðunum á Norðurlandi vestra. Það eru sveitarfélögin sem reka námsverin, við gerðum samninga við sveitarfélögin á sínum tíma. Þannig að það eru námsver á Hvammstanga, Blönduósi, Skagaströnd og svo á Sauðárkróki. Og þeir sem eru í þessum námsverum, þetta getur verið fólk sem þá bara í háskólanámi og í sinni heimabyggð? Fyrst og fremst eru námsverin ætluð háskólafólki sem í fjarnámi. Þannig var stofnað til þeirra á sínum tíma. Þannig að þau standa þeim hópi fyrst og fremst opin. En síðan nýtum við líka námsverin bara í almennt námskeiðahald hjá okkur. Og þá leigjum við bara aðstöðuna af sveitarfélögunum. Og já. En hvað hefur þetta þýtt þá fyrir hina dreifðu byggðir að fólk geti verið í námi í sinni heimabyggð og þurfi þá ekki að flytjast á mölina? Ég held að þetta skiptir bara gríðarlega miklu máli vegna þess að fólk þarf þá ekki að flytja í burtu, taka upp fjölskylduna til dæmis og makinn að leita sér að vinna annars staðar. Ég man að þegar við byrjuðum 2002 þá fór strax stór hópur
í viðskiptafræðinám hérna við Háskólann á Akureyri og strax í kjölfari fór stór hópur í leikskólakennaranám og þar voru 12 konur sem útskrifust og svo framvegis. Þannig að það er líka á hinum stöðunum sem eru hérna, þú veist, fólk að útskrifast úr viðskiptafræði eða leikskólakennaranám eða kennaranámi eða hvað sem það er, sko. En þetta er enda svolítið að breytast núna. Núna eru háskólarnir að breyta hérna sínu kennsluháttum. Það er ekki lengur þannig að nemendurnir koma og eru að hlusta á fyrirlestur í fjarfundabúnaði. Heldur er þetta, þú veist, meira komið bara á netið. Menn er að fyrirlesturinn settir á netið og nemendur eru meira heima. Þannig að háskólanemarnir núna koma meira í námskeið bara til að læra, til að fá næði og læra og svo til að taka prófin. Og það er mikil aukning í því að taka prófin. En hvernig eru þið þá að aðstoða þessa nemendur? Við erum aðstoða með því að hafa góða aðstöðu. Það náttúrulega er kaffi aðstæða alls staðar. Það fá allir nemendur lykil, gera okkur samning og fá lykil að námskeiðinu og geta komið alla daga ársins, hvenær að deginu sem er. Og við sköffum hérna til dæmis tölvur ef á þarf að halda og menn geta ljósið þetta og svo framvegis. En hérna þetta með að því ég nefndi tölvurnar, þá hefur nú reyndar, það hefur nú aðeins svona lagast með árunum. Fólk á meira núna í dag sína einn fartölvu heldur en var þegar við vorum að byrja með þessu þjónustu árið 2002. Þannig að það hefur aðgang að tölvum og ljóstunarvél og kaffi og allt þetta. Og svo getum við líka aðstoð. Við bjóðum upp á námskeið til dæmis í námstækni og prófkvíða og þess að þar fyrir þennan hóp. En þeir sem að eru í slíku námi, þetta krefst svolítið svona, þetta krefst sjálfsagar? Já, það gerir það. Og það er mjög gaman að fylgjast með því að fólk er að koma kannski klukkan 9 á morgnana þegar það er búið að skila hérna börnunum á leikskólan og þá er það að koma í námskeið og læra. Jú, þetta krefst sjálfsaga, menn þurfa að skipuleggja sig vel. Hvernig sér þú þróunina svona, bara í starfsemi farskólans? Ég hérna held að það sé alveg bjart framundan, ef þú ert að spyrja það. Það hefur orðið svolítið lægð í svona almennu námskeiðahaldi. Það er erfiðara að fá fólk inn í það. Svona maður þarf að hafa svolítið meira fyrir því. En hérna ég held að framtíðin sé björt varðandi sko markhópinn okkar. Því það er virkilega verk að vinna þar. Þannig að ég held að þetta sé nú sé nokkuð bjart bara framundan. Og fólk er alltaf líka til í og það er alltaf eftirspurn eftir svona léttari námskeiðum, viskinámskeiðin og svona, þau verða áfram með ekki? Jú, viskinámskeið er búið að vera vinsælasta námskeið hjá okkur núna undanfarin svona 2-3 ár og fáum hérna snilling hérna frá Akureyri sem kemur og kennir það og inn á það flykkjast kallarnir. En það er líka bara gaman að fá kallana inn í símenntunarmiðstöðina. Stundum þurfa að koma fyrst svona og máta sig aðeins í þetta umhverfi. Svo kannski skráður sig á eitthvað annað í kjölfarið. En konurnar, hvað sækja þær helst? Það er mest, varðandi tómstundanámskeið, þá sækja þær mest eitthvað sem tengist svona eins og málun eða þú veist, postulínsmálun eða eitthvað slíkt. Og svona sjálfstyrkingu og þess að þar. Er ekki bara gaman að stýra svona stofnun? Það er mjög skemmtilegt. Þetta er hérna, nú hef ég samanburð því ég kennt yngri börnum og hérna ég myndi segja að það er alveg dásamlegt að vinna með fullorðnu fólki sem er að koma til að læra. Bryndís Kristín Þráinsdóttir, framkvæmdastjóri Farskólans á Norðurlandi vestra, bara þakka þér fyrir komuna og við höldum hérna áfram rétt á eftir og þá er það deiluefnið eilíða á Akureyri, salt eða sandur.